En það sem að þú ert að kalla jöfnuð þetta ekki raunverulegur jöfnuður, heldur einhvers konar forréttindi vissra hópa, mögulega hópa einmitt, sem að koma ekki að því að halda hér verðmætasköpun gangandi, halda ekki uppi umönnunarkerfunum. Þú veist, jöfnuður væri fólgin í því að lyfta uppi verkafólki, fólkinu sem að heldur umönnunarkerfunum gangandi með þrotlausri vinnu sinni, mest kvenna, og að lyfta upp verkafólkinu sem að skapar með vinnu sinni verðmætin í þessu samfélagi, vegna þess að það er auðvitað þaðan kemur verðmæta sköpunin og svo hvíla hinir á henni eins og einhvers konar baggi. Mara. Og gamla píramídamyndin frá þar síðustu öld, þar sem þú ert með yfirvaldið þá aðalinn, en við getum skipt aðlinum út og sett ríkasta auðvaldið. BHMFs. Nei, ekki BHMFs, alls ekki, einhvers staðar í kringum miðjuna, og svo ertu með þú veist, fjölmiðla og stjórnmálastéttina, og Erum við fyrir ofan en neðan BHM? Í öðrum löndum þá ertu náttúrulega með vopnaðan her, við erum svo heppin að vera ekki með vopnaðan her, og svo neðst ertu með stóran hóp af verkafólki sem heldur þessu öllu uppi. En þessi píramídi, hann er auðvitað ekki til að því leyti lengur, hann er ekki lengur píramídi, heldur er ennþá stór, en þó verkamannastétt sem að vantar menn þetta er fólki sem er látið hlaupa hraðar og hraðar, það er ekki nógu margar vinnandi hendur á þessum stöðum, og svo alveg bara risa hlussu stór milli og efri millistétt, og svo fámennari efnahagslega yfirstétt, og fólki næst heldur þessu meira minna öllu uppi, og það er þetta fólk sem á skilið kaupmáttinn.